Þar finnum við í 19. versi og áfram: Ég drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Sjáið, þetta er Guð sem talar. Og haldið helga hvíldardaga mína, segir í 20. versinu. Og séðu þeir sambandstákn. Þarna kemur merkið Guðs í ljós. Sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Áfram í 21. versi. En synirnir voru með mótsnúnir. Þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og héldu ekki lög mín svo að þeir breyttu eftir þeim sem maðurinn þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldardaga mína vanhelguðu þeir. Hann setur þetta fram eins og þetta sé lífspursmál. Og leið og við heyrumst boða þennan boðskap Biblíunnar að þá eru við upprópuð sem bókstafsdýrkendur. En það verður bara að hafa það. Og Jesús, hann hlaut ekkert mjög blíða móttökur af því fólki sem áttu von á og boðaði alla tíð að Messías væri að koma. Svo kom hann, þá könnuðust þeir ekki við hann eða höfnuðu honum. Svo segir í Markúsar guðspjalli í 2. kapitúla, 27. versi og áfram: Hann sagði við þá: Hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. En það er 28. versi sem er svo mikilvægt. Því að mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Af hverju ekki að tigna skaparann, frelsarann, Jesú Krist á hvíldardegi hans, í stað þess að vera að kenna fólkinu einhvern lega boðskap að Guð hafi skipt hvíldardag. Hvíldardagurinn er 7. dagur vikunnar sem allir þekkja sem laugardag. Við höldum áfram. Þegar við virðum fyrir okkur Golgata, Jesú Krist á krossi, þá sjáum við hversu dýrkeyptu verði Kristur keypti eilífa velferð okkar, sáluhjálp okkar. Frekar en að breyta einum stafkrók eða einu orði í heilugu lögmáli Guðs, stjórnarskrá himins. Í stað þess að breyta nokkru þar, þá kaus hann að lifa fullkomnu líf á meðal okkar, vitandi að hann yrði handtekinn og tekinn af lífi. Og hann lét sig hafa það, því að aðeins með því að blóði einhvers fullkomins, syndlaus, saklausra persónu væri hægt að friðþægja fyrir syndir okkar mannana. Og hann sem skapaði okkur, það dugði ekkert minna en hans blóð til þess að skóla í burtu okkar syndum. Hugsið ykkur, hann lagði allt í sölurnar. Gerum við svo lítið að hugsa málið, að skoða hlutina, gefa Guði tækifæri á að sannfæra okkur eða leiðrétta okkur? Það borgar sig, vinir, að lesa orð Guðs, taka mark á því öllu og fara síðan eftir því. Við skulum skoða hérna nánar vitnisburð kirkjuna. Þá er ég að tala kaþólsku kirkjuna, páfatóminn, því að þar er að finna merkilegan vitnisburð í ýmsum ritum kennimanna kaþólsku kirkjunar. Og sjáum við til dæmis hvað segir hérna, að daginn þá tók maður nokkur lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og las þar á blaðsíðu 50 það sem hér fer á eftir, og takkið nú bara vel eftir. Þar er spurning prentuð skýrum stöfum: hvaða dagur er hvíldardagur? Og hann svarar: það er laugardagurinn. Og þá er spurt aftur: hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Eðlileg spurning. Og hann svarar: vegna þess að kaþólska kirkja færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinum fræga kardínala James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum frá 7. degi vikunnar til 1. dagsins. Kardínáli svaraði: kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna
Og þessi breyting merki, takið eftir því, þetta merki þess vald okkar. Kirkjan ofar Biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreynda. Ég virði það við páfadóm og kaþólska kennimenn. Þeir ekkert að dylja það. Við breyttu lög Guðs, segja þeir, og stoltir af því. En breyttu þeir þeim? Þeir telja sig hafa breytt þeim og þeir hafa talið stóran hluta jarðarbúa á sitt bann að Guð hafi skipt hvíldardag. Ekki aldeilis, við höldum áfram. Við skulum gefa gaum að eftirfarandi orðum sem birtust í annarri heimild Rómarkirkjunnar, The Catholic Record, og þetta birtist 1. september árið 1923. Þar segir: sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar Biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. Svo segir eftirfarandi stendur í Doctrinal Catechism, þetta kenningahver kaþólsku kirkjunnar, og þetta orðað eða samið af Stephen Keenan. Spurningin þessi: getur þú sannað það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagaboði? Sjáum við hvernig svarið Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dags vikunar í stað 7. dagsins, en sú breyting hvergi boðin í Biblíunni. Svo að við höldum áfram, í raun og veru þá það Páfakirkjan sem segir mjög skýrt að það hún sem hefur gert þessa helgidagsbreytingu. Við erum að vitna í heimildir Páfakirkjunnar. Við erum ekkert að búa neitt til eða vitna bara í dagblað, en heldur þeirra eigin heimildir. Og þannig á það að vera, við bara fara í heimildirnar. Svo hérna annað sem mjög merkilegt fyrirbæri, því að páfavaldið ber fram vissa spurningar fram fyrir mótmælendur. Þið veitir hvernig mótmælendur kirkjurnar urðu til, eða reynda Martin Luther og aðrir siðbótamenn, þeir andmæltu ofríki páfadómsins, hérna fyrir 400-500 árum. Og hér verið að vitna í heimild, þar sem að finna fræga spurningu sem Páfakirkjan aftur og aftur hefur lagt fyrir mótmælenda kirkjurnar. Og nú vitna ég orðrétt: þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá 7. deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að 7. dagur vikunar skyldi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsta dag vikunar beri að halda heilaga eða helga. Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Hann að brýna mótmælendur og virkilega krefja þá svara. Og hann segir: þið mótmælendur haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið Biblíunni og henni einni, en samt lítils virðið þið algjörlega orð Biblíunnar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins Hvíldardagsboðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hin boðorðin gild, en hver gaf ykkur myndugleik til að hafna því 4. Ef þið værið samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni, og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á 4. boðorðinu. Hér vitnað í heimild Library of Christian Doctrine, þar sem að Burns
Burns and Oates gafu þetta út og það vitnað í blaðsíðu 3 og 4, prentað í London. Sko, eins og við höfum þegar séð að þessu, þá játa flest alla kirkjudeildirnar það í opinberu riti sínu að engin biblíuheimild sýnir fram á það að sunnudagur sé helgur dagur. Mótmælenda kirkjurnar eru sekar það að hafna boði Guðs helgihald hvíldadagsins. Guð gaf þennan dag sem merki og tákn mátt sinn til að skapa og til að helga manni. Er það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Við skulum skoða hérna fáeinar tilvitnanir eða umsagn